Jæja Logi, það orðið langt síðan þið að fengi stig. Eru menn orðnir langeyðir eftir þessu? Já, vissulega erum við það og það var kannski ekki við því að búast kannski að við værum að fara hérna í burtu með 3 stig en mér fannst við spila vel í megnaða fyrir hálfleik og við gerðum okkur grein fyrir því að þeir myndu vera meira með boltann og við náum að jafna leikinn en hann það fer í vaskinn þegar á fyrstu 5 mínútur seinni hálfleiks þegar þeir skoru 2 mörk og eftir það var þetta bara mjög erfitt en við erum að skapa fullt af marktækifærum í þessum leik og hotspinnum og öðru slíku þannig að það kannski hægt að taka með sér. Hvað nákvæmlega sem var að klikka á þessum fyrstu 5 í seinni? Já, það náttúrulega bara segir sig sjálft að hann fær hérna frítt svæði til að gefa fyrir markið og mann ekki valdar í vítategnum og þá gerist þetta bara. Þið voruð að spila svo vel fram að því. Já, eins og segir, það voru þessi 2 mörk sem að drápa okkur hérna í byrjun seinni hálfleiks og það var nú einlægur vilji manna að fara virkilega sterkt inn í þessar fyrstu 20 mínútur seinni hálfleiks og standast svona öll áhlaup á hálfu FH en þegar menn fá að gefa boltan fyrir markið óáreittir og svo standa menn fríir í vítategnum þá er þetta náttúrulega erfitt. Ertu svona þokkalega sáttur við leikliðsins eftir þetta hlé sem kom í deildina núna? Já, á síðasta hálfleik? Já, ég er ánægður með það sem var að gerast hér í fyrri hálfleik sérstaklega og það svona gefur fyrirheit það að við getum gert góða hluti núna á hausttímabilinu. En næsti leikur er á móti Fram ef ég man rétt, er það ekki mikilvægur leikur í fallbaráttunni? Það er rétt hjá þér, það er móti Fram og við erum náttúrulega í blóðugum bardaga við þá og Grindavík og það snýst náttúrulega okkar barátta. Hún snýst kannski ekki að við erum náttúrulega ná í stig en hún snýst í hinum leikjunum en hún snýst kannski ekki það að fara hérna í burtu með 3 stig en ég hef verið sáttur við að fara hérna í burtu með 1-1 eða eitthvað slíkt.